Komið sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þátt samstöðurinnar. Í dag ætlum við meðal annars að ræða hádramatísk úrslitaleik í bikarkeppninni síðustu helgi. Hann var nú heldur betur spennandi að fylgjast með þeim leik allt fram á síðasta spil. Við ætlum líka að kynnast í hvernig það að vera í atvinnumennsku í Bridge. Og við ætlum að ræða vetrarstarfið framundan hjá Bridge-félögum landsins, Bridge-hátíð, stærsta mót hvers árs sem styttist í. Og við ætlum að ræða úrvalsdeildina sem nýtt framtak í Bridge-heiminum. Og tveir góði gestir komnir hingað til þess að fylla upp í eyðurnar hérna með mér. Annar Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge-sambands Íslands. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Og Júlíus Sigurjónsson, meðal annars smurður bikarmeistari frá síðustu helgi, Bridge-spilari til margra ára og atvinnumaður tíma. Já, takk fyrir það. Fyrsta skipti sem að þú kemur hingað að þessu rauða borði sem við ætlum að breyta í grænt borð. Já, ég bara, takk fyrir að bjóða mér. Já, gaman að fá þig. Ég sé að þú ert í Mokanum í dag. Þar verið að fjalla spil úr bikarkeppninni og ég óskaði til hamingju með það að vera bikarmeistari. Já, þakkaði fyrir það. Eins og ég nefndi áðan, þá var þetta nú heldur betur spennandi. Kannski við fáum mynd af ykkur kempunum. Þarna þið, Júlíus, Guðmundur S.V. Hermannsson, Björn Eysteinsson sem var fyrirliði heimsmeistaraliðsins okkar frá Yokohama 1991 og Guðmundur Páll Arnarsson, hann var sannarlega spilaði heimsmeistari og það vantar hvað? Það vantar Þorlák Jónsson á myndina. Já, annan heimsmeistara. Þannig að þú spilar þetta mót þarna með 3 heimsmeisturum, fyrirliðanum og 2 virkum spilurum. Já. Þeir eru enn að þessa kempur. Þeir eru og í fulli fjöri, þeir eru ansi áhuga samir allir 3. Já, þetta alveg magnað. Þá skulum við fá mynd af Silfursveitinni, þeirri sveit sem þurft að, já, þeir eru ekki jafn glaðir á svipinni, Frímann samt heldur haus. Þetta Frímann Stefánsson, Reynir Helgason, Pétur Guðjónsson og Sveit Pálsson. Þetta var Matthías, varstu að fylgjast með þessu? Ég var að fylgjast með þessu, þetta var ég var nú að hrósa þeim fyrir hvað þeir voru búin að gera þetta skemmtilegu sjónvarpsefni. Já, frábært sjónvarpsefni. Vegna þess að sérstaklega undir lokin að það var Sveit Frímanns og sem svona kölluð líka Team Akureyri, sko. Hún var búin að vera að éta upp forystun undir lokin hjá bikarmeisturunum og voru konir yfir í næst síðasta spili. Já. Og svona allir heldur nú þeir var að fara sigra þeir byggust ekki við miklu sviftingum í síðasta spili. En svo gerist það bara í síðasta spili að það kom heldur betur svifting og það voru 4 spaðar skjæstaðnir önnum megin en á borðinu hjá Júlla þá doblaði hann 6 spaða 2 niður og þá bara fór sigurinn úr höndum Frímanns og þeir tóku þetta með stæl. Rosalegt, við ætlum að kíkja á það spil sérstaklega eftir Sveit Frímanns, við vorum að gefa þeim það að leið þeirra í úrslitaleikin, hún var ekkert létt. Þeir slóðu út Grant Thornton fyrir norðan sem að stundum kölluð ein af ofursveit og svo sláðu þeir út náttúrulega landsliðsmennina okkar í Info Capital. Já, í undanúrslitunum á laugardaginn. Og stórt, já, af miklu öryggi. Já. Og þeir leiða framan af í leiknum við ykkur, Júlíus, það ekki? Jú, þeir voru yfir í hálfleik. Já, einmitt. Og svo koma þessi rússibannar upp og niður, liðin skiptast á að leiða og svakaleg dramatík í síðustu spilunum. Já, heldur betur. Og bæði var ég þarna í húsnæði Bridge-sambandsins þar sem leikirnir fóru fram á laugardeginum en á sunnudeginum þá átti ég ekki heimagengt og þá gat maður fylgst með þessu í beinni útsendingu á BBO. Frábært sjónvarpsefni. Og við skulum aðeins kíkja á, fáum kannski eina mynd. Þarna situr þú í norður, Júlíus, og ert að spila við Guðmund Páll Arnarsson, Sveinn Pálsson á vinstri hönd og Pétur Guðjónsson á hægri hönd. Pétur minn gamli makker að norðan
og hann nú ekkert að slá að því, hann Pétur. Þarna komast þeir í 7 lauf. Það voru að spila 6 lauf hinn megin og þarna svíning og hún verður að ganga, það ekki Júlíus? Tímapunkturinn verður réttur og hann það og það vantar aðeins framan á sagnir en sko þarna voru margir impar. Þetta bara eitthvað þriðja eða fjórða síðasta spil. Alslemmu sving á hættunni 13 impar. Já, einmitt. Rosalega stór ákvörðun. Heldur að Pétur hafi meldað þetta vitandi það að þetta gæti verið svíning eða heldur hann hafi haldið hún væri betri? Nei, Pétur sko hann segir 5 grönd þá hann bara að segja Sveini það að hann sé með öll þau kontról sem vantar og hann sé með hámark fyrir sínu 15-17 grandi og svo bara Sveins að ákveða það hvað hátt hann vill fara. Já. Hvort hann eigi einhverja slaga uppfruttu annars staðar. Já. Og hann taldi segja það Já. Hann metur kóngudrottningu í hjarta sem ósaðan styrk og svo endaðir í 7 laugum og Pétur hrósar sigri. Kíkjum á næsta spil. Þarna rosalegt spil. Bæði pörin melda 7 spaða. Ekki eftir alveg eins sagnir en þetta byrjar þannig að suður opnar á hjarta og ég held að öðrum megin hafi verið melduð 3 hjörtu svo eftir 1 spaða hjá norðri og hinu borinu 2 grönd en þetta náttúrulega svakaleg hönd sérstaklega eftir að norður tvímeldar spaða. Það eru margar sögur sem hægt verið að segja á þessu spili. Byrjum á því, það góðu bridds að vera í 7 spöðum, Júlíus? Já, ég myndi alltaf vilja vera í þessari alslemmu. Já. Ef að spaðinn brotnar 2-2 eða 3-1 þá þarf hjarta bara að vera 4-2. Já. Eða 3-3 þannig að þetta ágætis vinningslíkur. Þetta afslemma sem maður myndi alltaf vilja vera í. Já. Og þá komum við að legunni og leguguðirnir eru blindfullir í þessu spili. Þeir eru ekki að auðvelda mannu lífið. Eins og við sjáum þá ætla að séu nokkuð sinni 11 slæðir í þessu spili. Þeir eru sannlega bara 10 sem þýðir það að 7 spaðar fara 3 niður eins og spilið liggur og á öðru borðinu passar vestur 7 spaða uppsker 150 en á hinum 300 en á hinum borðinu þetta bara smellidobla. Það Einar Helgason sem smellidoblar og skapar mikla sveiflu. Var einhver hætta fyrir vestur með því að dobla 7 spaða, hann heldur í öruggum spaðaslag en var einhver hætta á því að það var hægt að flýja í 7 grönd? Hann sér það náttúrulega að laufið, þeir fá ekki margarslega á lauf, hann heldur þessu lauf, þeir fá ekki margarslega á tígul, vitandi að það eyða í borði og svo heldur hann á einspil í hjarta, en hann veit að hjarta brotnar ekki. Já. Veit hann á eyðu í suðri eftir sagnir? Já, það ekki? Já, suður á tímapunkti meldaði suður 5 tígla sem ása spurning með eyðu í tígli. Þannig að þú svarar ekki ef þú átt tígul á sinn. Nei, og maður ansvelti fyrir sér hvort hann hafi verið hræddur skvís í rauðulitanum ef suður, skvís ef suður dælir niður miklu fjölda hjartaslögum en tígullin ætti nú að vera safe eins og sagnir hafa gengið að hann kom í veg fyrir það. Heyrðu, já, þetta svakalegt spil. Matthías, heldur þú hefur komist í 7 spaða? Helsta vandamál hjá mér nú eiginlega það, frekar að melda mikið heldur nú lítið. Það alveg líklegt, en svo náttúrulega Maggi Magg alltaf að fylgjast með mér og hann alltaf að skamma mig þegar ég að segja mikið og gefa mér heilur á það. Hann til dæmis
ef ég man rétt þá vill hann ekki að ég fari í allslemmu, þú veist, það náttúrulega kannski geti verið öðru síðan eða svona leikur sem maður veit ekki hvernig staðan eða maður veit að undir eða eitthvað svoleiðis en hann var búinn að segja mér að ég ætti ekki að vera að fara, ef ég man rétt, ég ætti ekki að vera að fara í 50% allslemmur svoleiðis að hann reynir að hafa vit fyrir mér og kenna mér Já. Það svona talað um það yfirleitt sko að til að fara í hálfslemmur þá þarftu að vera sko yfir 50% en til að fara í allslemmur að þá þarftu að vera yfir 67%. Já. Svona grundvallar regla. Men fær aldrei í 50%. Þú veist að allslemmu er 50% þá færðu ekkert í hana. Já. Ertu farin að spila þá ómikið gegn salnum? Já. Er það? Já. En náttúrulega kannski í svona leika sem þú ert undir og þarftu að á ferðunni í allt svona sko sem þú getur. En þessi tvö spil eru sem sagt tvö dæmi risasveiflur þegar maður hélt að Júli væri búinn að vinna þetta, Júli og félagar, en þarna koma þessi tvö spil bara í síðustu spilunum inn til Sveitar Frímanns, gríðarlega sveiflur og nú komum við að því að það þurfti bara 1 pass til þess að Júlíus hefði ekki orðið bikarmeistari heldur hefðu Akureyringarnir flogið norður með þessa risadollu sem hennu keftum ef að fá hérna þessa mynd já í þessu spili vantar líka framan á sagnir eins og þið sjáið en vestur sem sagt opnar á Spaða austur segi Grand þriggjatikla reverse hjá vestri á þessu borði já, kannski best að byrja á að nefna það á hinu borðinu voru spilaðir 4 spaðar 10 slægir, við sjáum að spaðin liggur mjög illa og það er eins gott að fara ekki einu sinni upp á 5. sagstigið en þarna er sem sagt 1 spaði, 1 grand, kröfugrand 3 tiglar, 4 spaðar sem ætti að vera ég vil alls ekki að það meldir meira 3 spaðar væru sterkar ekki satt Júlíus Jú. Já og nú byrjar Svenna að hugsa og ég segi sem sagt að þetta snúist 1 pass ef hann finnur passið þá vinna Akureyringarnir eru bikarmeistarar og nokkrir í sveitinni sem hafa aldrei orðið bikarmeistarar áður það er orðið rosalega stór stund hjá þeim en hann fór í áspurningu og fær svarið og segir 6 spaða sem að liggja í hel og Júlíus, þú smelli doblaðir þarna í norður og einhver sagði Bridge-spjallinu að þú myndir hérna ramma inn þetta spil upp á vegg af því að það munaði leiknum. Sérðu bara hvað þetta er skemmtilegt spil. Ef að til dæmis hérna Suður Guðmundur hefði haft kónginn annan eða 3. í spaða þá rennur þessi slemma heim. Já. Þá var nú yfirbreið á Svenna annað þá var hann heldur betur hetja þetta er rosalega dramatík og hérna þessi slem er ekkit slæm þannig sé sko maður hefur séð miklu veri en legu guðirnir þarna eins og í spilinu áðan þeir eru svolítið aðalhlutverki og því fór sem fór. Við kannski skoðum eina mynd í viðbót. Þarna sjáum við skorblað síðustu umferðar og við sjáum hérna impadálkin vinstra megin við horfum á myndina til hægri og sjáum imbaregni þarna sem að það ringdi impum til Sveitar Frímanns 5, 3, 2, 13, 11 en svo 12 út þetta er svakalegt blað Matthías Já, þetta er alvöru blað sko og þannig hélt maður að Akureyringarnir væri að taka þetta sko með ykkur svaka endarsbrett Já. En svo var þetta bara svona skemmtilegt tvist í restina allt fyrir áhorfendur og svo er eitt alveg ótrúlega fyndið spil í þessu það er spil 16, við erum ekki með mynd af því Já það er passað út á öðru borðinu og það vinna 6 laufi eiga svíningarlaus 6 lauf svíningarlaus 6 lauf svona getur þetta verið, það er 10 punktar á hvorri hendi er það ekki satt? Það er ekki 10 og 12 Nei, það er 12 Jæja en hérna
En sem sagt, þeir fórna á hagstæðum hættum á öðru borðinu í 5 tíkla og telja sig sleppa vel, en tapa 3 af því vorum alveg rosalega ánægðir með okkur. að því passaði út á einu borðinu. En svona getur þetta verið. Þetta var alveg ótrúlega spennandi leikur og bara, já, eitt besta svona spennuefni sem ég hef kynnst bara að fylgjast með. Já, sko, þannig þannig að nokkrir svona undanúrslita úrslitaðleikir í fortíðina hafa verið ansi góðir og það sem kannski var skemmtilegt núna það að yfirleitt að Infocapital í þessu hlutverki af því þeir hafa svona verið með þessa bestu sveit og svo hafa þeir kannski að tilur verið að tapa og einhvern veginn alltaf í síðustu spilunum að þá einhvern veginn hafa þeir þetta svo þess að það hefur svona oftast verið þeir en þess vegna var svona hjá Frímann í undanúrslitum sko, þeir unnu Infocapital með alveg svakalegum mun og það komst aldrei óvart. Mjög örugt. Svoleiðis að, eins og þú sagðir áðan, sko, þeir unnu þarna Grant Thornton sem svona einu ofursveitunum og svo vinna þeir Infocapital. Svoleiðis að þeir áttu svo sannarlega skilið að vera í þessum úrslitaleik. Já, heldur betur. Og það mjög gaman að við getum náttúrulega rætt kannski örfáum orðum líka bara þetta afrek Frímanns og pappans Stefáns Vilhjálmssonar sko að þeir náttúrulega potturinn og pannan í þessu bridge-lífi öllu á Akureyri og hafa haldið upp í rauninni þessum klúbbi þar og við höfum nefnt áður hér í þessum þætti hér að hafa komið alveg rosalega margir firnasterkir spilarar frá Norðurlandi. Já, heldur betur að þetta það þannig að svona Þingeyjarsýslan og Akureyri hafa verið að koma bara sko mjög mikið af góðum spilurum og það Siglufjörður og það þannig að svona þegar þú ert með áhuga sama menn sem eru tilbúinir að leggja fram vinnu á þessum stöðum það munar svo mikið það þú veist, ef það eru 1-2 sem eru svona að halda upp í starfinu að það verður til svo mikið í kringum það og svo á sama tíma sko að það erfitt að fá einhvern veginn eina til þess að mæta og halda uppi sko, þá þetta svo fljótt að grotna niður sko, svona aðilar svona sjálfboðaliðar sem eru tilbúinir að halda uppi boltanum sko, það bara ómetanlegt. Æmitt, og stundum eiginlega framgangur heilu bridge-félagana bara á höndum eins eða 2 einstaklinga sem að leggja á sig mikla sjálfboðavinnu. Já, og ég hugsa að sé bara þannig almennt í mörgum íþróttum að þetta þannig að svona í þessum heimi sem við erum í dag alltaf erfiðar að fá sjálfboðaliða svoleiðis að þar sem ykkur svona áhugasamur og tilbúin að leggja eitthvað svona að mörgum og vinnu og það bara svo algjörlega ómetanlegt. Já. En nú sem sagt veðurstarfið að svona hefjast í flestum fjórðungum ekki satt? Jú. Og bridge-félögin þar sem keppt vikulega Þetta eru nokkri klúbar út allt land en þó enginn á Vestfjörðum. Þú ert að vestan, Júli. Já, ég held að það ábyggilega komin hátt í 20 ár síðan að spila síðastir í vestan. Já, einmitt. Ég spilaði Hólmavík í gömlu flugstöðin annars lagið. Ok. En svona sérst á norðanverðum Vestfjörðum að þá hefur það verið þyngra. Já. Sko þegar þú gleipir þína bridge-bakteríu, það í gegnum Menntaskólann á Laugarvatni? Það í gegnum Menntaskólann á Laugarvatni, já. Já, þannig að það tengdist ekki Bolungarvík eða Ísafirði beint. Nei. En þegar ég var að spila, ég spilaði alltaf mikið fyrir vestan, þegar ég var yngri. Og ég man til dæmis eftir vesturumóti í sveitakeppni, þar sem voru 28 sveitir. Var það? Já, einmitt. Það voru að mæta 40, 50, 60 pör á vesturamóti í tvímenning á okkur. Einmitt. Við vorum að halda stórmót fyrir vestan meira sér. Já, magna. Einmitt. En þú minnist á að Ensi spilaði þarna stundum í flugstöðinni á Hólmavík. Svo sko, ef aðeins að fara yfir þetta, þeir spila náttúrulega á Akureyri eins og ég sagði. Já, það náttúrulega spilað náttúrulega út all land. Já, það spila fyrir austan. Já, það spila fyrir austan allavega einu sinni, jafnvel 2 í viku. Já. Það
svo eru náttúrulega hotfyrringarnir, þeir spila allt annars lagið og það spilað í Rangavallarsýslunni og það spilað á Flúðum og það spilað á Selfossi og Þorlákshöfn hefur verið svona inn og út svoleiðis að þetta, og svo náttúrulega sko það sem við höfum séð hvað mestu aukninguna undanfarin ár sko sem í þessum svona elstu hópum að það dagspilamennska sem bara ótrúleg sko, það eru við töldum hvort það hefði verið í lok september í fyrra þá töldum við sérst eina vikuna sem 1000 eldri spilarar voru að spila yfir daginn. Hvað er þetta að segja? Og þá náttúrulega spilað sko, það spilað niður í Brittsambandi 2 í viku, það spilað í Grafunum, það spilað í Kópavogi, það spilað í Garðabæ, það spilað í Hafnarfirði og fyrir norðan og það spilað á Suðurnesjum og svoleiðis að það svona mikill vöxtur þar sko, svona í þessum elsta hópi. Já, það er magnað. Þetta er sko ekki bara í Íslandi, þetta er svona alls þar í heiminum. Það eru eldri borgararnir, þetta er alls þar á uppleið sko. Já, einmitt. Þetta er svo helviti gott fyrir heilabúið pluss það hvað þetta er skemmtilegt. Já, sko, þetta er líka svo, þetta er félagslegt og svo er það líka, þetta er svo mikið lýðheilsa. Já. Og það er mikið af þessum eldri spilurum sem hafa sagt bara við mig sko, hvað raun og veru þetta gerir mikið fyrir þau að vera að spila bæðið mitt sko varðandi heilsuna og varðandi heilan og svo bara hitta fólk og tala saman og bara svona léttir lífið sko. En sem sagt höfuðborgarsvæðið er svona náttúrulega eins og er í flestu höfuðvíi spilamennsku og hér er hægt að spila mögulega hvern einasta dag, virkan dag, er það ekki? Jú, það er núna í klúbbum, jú, og það er til dæmis eins og núna eru flesti klúbbarnir farnir á stað eftir sumarið og þú hefur valkost, flesta daga hefur valkost bæði að spila á daginn alla daga og svo á kvöldin alla daga og þetta eru svona kannski misjafnir klúbbar sko, til dæmis eins og á mánudögum þá getur þú valið það hérna á höfuðborgarsvæðinu sko, og getur þú farið í Hafnarfjörð og það er svona yfirleitt sveitakeppni og það er svona heldur sterkara svona salur þar en á sama tíma er spilað í Síðumúla, svo kallað bósklúbbur og það er svona meira sko skemmtilegt og létt og það til dæmis nýlegar velkonir og þetta er eiginlega svona alla daga sko, þú getur valið raun og veru hvert þú fer bara eftir hvernig hvort þú vilt svona meiri keppni eða minni keppni og kannski meira gaman og svoleiðis að það er allt í boði. Ég skrappi miðvikudagsklúbbinn í gærkvöld af því þessi þáttur eru tekin upp á 5. mótni þótt hann sé ekki sýndur fyrir á sunnudegi. Ég náði meðalskori. Já. En ég sá það að það var vel mætt bæði þar og svo hinum einn þar sem voru nýlegar og hérna maður sá alveg ungt fólk líka. Já, en það sem sko við erum að sjá til dæmis hérna það er mjög vel mætt eins og þú nefnir sko í nýlega Brittsinn og við lítum á það svona sem brú á milli en svona fólk hefur verið að mikla upp með sér að mæta sko í móta því að svo mikið af fólki sem búið að læra og kannski svona mikla fyrir sér að mæta heldur þetta sé miklu erfiðara og flóknara heldur það þú veist, það þannig þú ert að byrja að taka allir vel á móti þér og þú verður í neðsta sæti ykkur skipti og eitthvað svoleiðis að öllum samar enginn að fylgjast með því og það er bara hluti af því svoleiðis að bara hvetja fólk til þess að mæta á þessu kvöld sko. Það er einmitt hægt að nálgast Britts frá ýmsum sjónarhornum bara til að hafa gaman að því og stefna ekkert að því að verða neitt rosalega góður í spilinu, heldur bara njóta það eða fara alla leið og þess vegna verður gaman að heyra þessi þér Júli með atvinnumennskuna hérna á eftir en fyrst skulum við aðeins svona fara yfir næstu Íslandsmót, hver eru þau? Næstu Íslandsmót er Íslandsmót eldri spilara það er aðra helgi og hefur það beðið að heyra þú getur einhverjum það Björn Já, 60 plus Þú líka og það hérna það er spiluð sveitakeppni á laugardegi og Þú segir aðra helgi, þessi þáttur fer í loftið á sunnudegi, það næsta helgi? Það næsta helgi og svo er tvíminningur á sunnudegi og þú þarft ekki að mæta í bæði sko, það er bara það að fara í annað kort og það er mikið af svona Íslandsmótum framundan svoleiðis að hérna þetta er svona
og svo dettur allt niður hérna, ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna sko, en það þannig að það eru hvað 130, 40, 50 spilarar sem að fara til Portugal til Madeira að spila. Alveg rétt. Og það hafa aldrei verið fleiri eða eitthvað? Ég held ekki. Nei, þetta metið núna. Ert þú að fara? Já. Segur. Ég held ég sé að fara í 20. skipti. Í alveg? Já, ok. Ég ekki að fara sko. Nei. En þetta svona sýnir líka hvað þetta öflugur hópur. Já. Að bridgespilarar sko, þú veist að það sé þannig að það eitthvað mót erlendis og það séu bara sko 130-40 manns að fara frá Íslandi til að spila á þessu móti. Þægilegastu ferðamóti í heimi, beint flug með play, það ekki alla leið? Jú. Já, segðu okkur aðeins frá þessum, þú segist það að fara þarna kannski 20 sinnum. Hvað það sem að svona laðar þig til Madeira á þetta tiltekna móti? Það sko, þetta móti mjög skemmtilegt. Þetta mjög afslappað og þægilegt andrúmsloft. Menn eru komið þarna, ekki bara til að spila, heldur líka til að fara í frí. Þetta kemur á góðu tíma fyrir okkur Íslendinga. Þegar skammtið að hellast yfir. Það fáið þarna rúma viku í sól og hita. Og Madeira yndislegur staður. Það mjög gott að vera þarna. Kostnaður ekkert allt og mikil. Verðlag mjög hagstætt og svona til sólu hiti í. Og það ekkert spilan eitt rosalega mikið. Það bara einn dagur sem svona tungur. Þetta sko, þetta eins og hérna frá Íslandi kemur mikið af fólki sko sem kannski við ætlum ekki að segja að sé hérna að berjast í toppnum. Það fer þarna til að hafa bara gaman. Já, einmitt. Þetta bara skemmtilegt afslöpun og skemmtilegt andrúmsloft og ekki mikil spilamennska en að fólk getur sameinað bridge og frí. Já, allmarga dagar spilamennska kannski bara 4 klukkutímar. Þetta svona vanalega frá 3:30 á daginn til 7:30 á kvöldin sko. Þannig að það heldur betur hægt að nýta ferðina og þarna sér maður bæði frá Íslandi og frá öðru löndum sko, mér liggur við að segja bara fólk sem nýbúið að kynna spilinu, það er líka tekið vel á móti þeim sem ekki langt komnir í þessu móti, það ekki rétt? Jú. Já, einmitt. Þannig að þetta mikið tækifæri. Ég farið þarna sjálfur 2 ári röð, alveg ótrúlega skemmtilegt og einmitt fegurð eyjunnar og svona skiptir svolítið máli. Svo margt þetta að gera þarna sko. Margt þetta að gera. En svo það reyndar almennt sko, þó þetta sé nú kannski vinsælasta mótið, þá ótrúlegt að fylgjast með í hvað á þessum mótum sko ellendis, hvaða margir Íslendingar sem að mæta á þessum mót. Já. Við erum svona dálítið öflugur hópur í þessu sko, að mæta á mót og taka þátt sko. Þetta svona, fólk lifið dálítið fyrir áhugamáli sitt sko. Já. En þetta náttúrulega alveg einstæður fjöldi og virkilega gaman að hvað þetta orðið stórt og hefur mikla þýðingu fyrir marga Íslendinga. Þannig að ég mjög ánægður með að við drögum þetta bara inn í vetrastarfið. Þetta mót, það fílíku fjöldi sem fer þarna út. Já, það liggur allt niður hérna heima á meðan. Það er stór partur. Já, það er svo erfitt sko, eins og til dæmis að það er sveitakeppni eitthvað slíkt sko, því það þá alltaf einn spilar í hverju sveit sem þarna úti sko, bara flókið að koma allir saman sko. Nú svo þessir vikulegu klúbbar eins og við höfum farið yfir sem að spila og það eru Íslandsmót og svo eru jólamót, skemmtileg og svo þarna í lok janúar þá þessi risabomba, bæði ofurstjörnumót, þar sem að þú færð helling af bestu spilurum heims, það ekki? Jú, það þannig sérst að bridgehátíðin sjálf byrjar á 50 fyrir alltaf síðasta 50 í janúar og þetta ofurmót World Bridge Tour, það byrjar á mánudeginum og spila mánudag til 5 dags og það þannig núna að það eru cirka 20 sveitir skráðar á það mót. Fleiri en áður? Já, svona það komið upp í svipað og hefur verið áður. Þeir eru sko, þeir vilja ekki hafa margar sveitir. Nei. Ég nú aðeins að reyna að semja við þá en þess að ég vil nú endilega hafa sem flesta sveitir þarna en þess að sko
þeir sem að koma og spila á þessu móti, að þarna erum við að tala bara alla bestu bridgespilara heims. Það bara þannig. Við erum að sjá sko landsliðsmenn úr bara nánast öllum topp löndunum vera að mæta. Geggjað. Og við sjáum það að þessir spilarar sem að mæta þarna á Völbridstúr og þeir halda sína áfram og að spila á bridgehátíð. Svoleiðis að á bridgehátíðin sjálfur okkar bridgehátíð, að þá eru við með kannski örugglega sko bara síðan stórt hlutfall af spilurum sem eru kannski á topp 30-40 heiminum og þá eru þeir bara að spila hérna á Íslandi. Svoleiðis að þetta fyrir ákaflega vel saman þessi tvö mót. En það þannig sko að við Íslendingar erum svo sein að skrá okkur á mót. Og ég saknaðist aldrei að eins og með bridgehátíðina sjálfa sko, ég vil endilega hvetja fólk til að skrá sig vegna þess að sko við erum svona dálítið mikið Íslendingar að skrá okkur bara nánast daginn áður. En svo það þannig sko að þessir góður spilarar erlendis frá, þeir eru að skoða sko hvernig er allir búin að skrá sig og hvernig skráningin og svo eru þeir svo að hissa sko hvað skráningan koma seint frá Íslendingum. Já, ég skil. Það eru einhver ykkar sem veit ekkert hvað við erum að tala þegar við segjum bridgehátíð. Þetta nú eitt stærsta mót sem hefur verið haldið hér í áratugi. Fyrst var það á Hótel Loftleiðum í gamla daga og núna það í Hörpu og þetta sem 2 daga tvímenningur fyrst og svo 2 daga sveitakeppni. Ótrúlega skemmtilegt tækifæri og ekkert mál að hoppa yfir í þennan heim þótt spilarar hafa ekkert mjög mikla kunnáttu í spilinu. Það er raðað eftir árangri, þannig að geta þín ef þú ert byrjandi þá ferðu væntanlega að spila við aðra byrjandur. Þannig að að gera bara hvetja fólk til þess að taka þátt í þessu. Þú verður væntanlega á bridgehátíð, Júlíus, og líka á þessu ofamóti eða eitthvað? Jú, væntanlega. Já, mitt. Þú ætlar að vinna þetta? Ég fer aldrei öðruvísi í bridgemódelina til að reyna að vinna. En það sko þannig að á þessu móti á undan bridgehátíð að styrkleikin á þessu móti í raun og veru sko, það má jafnvel segja að hann sé meiri heldur en á Evrópumóti eða heimsmeistaramóti vegna þess að þarna ertu kannski með 20 lið og þau eru öll með toppspilurum, þú fara aldrei eitthvað léttan leik. Og verða beinar útsendingar frá þessu á BBO? Það verða beinar útsendingar á BBO, já. Þannig að þeir sem ekki eiga heimagengt eða aðrir sem geta fylgst með þessum bestu þarna. Já, og svo náttúrulega bara hægt að mæta niður í Hörpu. Þetta verður spilað í Hörpu, sama stað og bridgehátíðin. Já. Heyrðu, áður en við ræðum úrvalsdeildina, við ætlum að enda á henni, þá, Júlíus, komið að því að þú látir ljósið skína. Þú sagðist aldrei fara í mót nema til að vinna það og ég deil nú alveg þeirri skoðun með þér þótt mitt kapasitet til að vinna mót sé kannski aðeins minna en þitt. En segð okkur aðeins frá árunum þegar þú tókst á við atvinnumennsku í bridge. Já. Já, hvað viltu helst þeirra? Hvenær var þetta? Hvers vegna? Hvar varstu? Ég var þarna í Suður-Flórída. Það rétt fyrir norðan Miami. Það sem eru allir stærstu og fjölmennustu klúbbarnir í Bandaríkjunum. Þeir eru sá stærsti í New York. Síðan koma 3 þarna næstu sem eru þarna á þessu svæði í Flórída. Atvinnumennska í Bandaríkjunum, hún skiptir svona í, maður segja, í tvennt sko. Annars vegar eru stórir, öflugir sponsorar sem kaupa til sín heilu sveitirnar og gera það út. Þeim reyndar að fara fækkandi núna. Hinn hliðin eru einstaklingar sem eru bara að ráða sér makker. Bæði sem til að kenna og eins til að bara ná betri árangri. Það svona var sú hlið sem ég var mest í. Já, þannig að vel efnaður einstaklingur, hann hringir í þig að það sendir þér tölvupóst og
Segir, heyrðu, ert þú til í að spila við mig hérna mót í Mexíkó eftir 3 mánuði og svo gengið frá einhverju þóknunum fyrir það og þú ert á allan tíman í rauninni að bæta hann sem bridgespilara. Já. Þú færði alltaf fastan kúnna, hann ræður þig ef hann ánægður með þig. Já. Þá ertu að spila við hann reglulega. Já. Kannski einu sinni í viku eða í stærri mótum. Já. Það svona einhver hópur fólks í heiminum sem að leggur rosalega mikið upp úr því að ná sem bestum árangur í bridge. Já, þetta bara metnar hjá þeim, þau vilja bara, þetta náttúrulega hobby, þau vilja bara vera kannski einhverju vinnir saman sem fara í þetta og ég ætla bara að enda fyrir ofan hann sko, sama hvað það kostar. Hér förum við kannski sko í lax, rjúpnaveiði eða skjótum hreindýr og svo segjum við sögur hvert öðru, hvað við höfum verið hérna staðið okkur vel. En þarna sko, þetta þessi vitsmunalegi metnaður, það þykir í ýmsum kreðsum í heiminum. Þetta eitthvað eftirsóknarverðasta hreinlega í heiminum að verða góður, yfirburða góður í hugar íþróttinni bridge. Já. Og kannski á kaliberi með skák í því hvernig viðhorfið að þetta sé svona ekki satt. Jú. Svo reyndar sko hérna í Flórida sem ég bjó sko, það er mikið af því að þetta náttúrulega eldri borgarsvæði, ríkt fólk allstaðar að úr Bandaríkjunum, flytur söður til að lifa 11 árin sko. Já. Og það ansi mikið það að kallarnir fara í golf og senda svo konurnar í að spila bridge. Já. Svo þeir geta fengið að vera í friði. Já. Varstu mörg ári í þessari atvinnumennsku? Já, ég var svona 10 ár svona annars slagið. Ég var kannski 5 ár dálítið öflugur. Já. Ég var kominn árið 2020 og þá var ég komin í hina grúpuna sem svona miklu eftirsóknar verðari að spila í góðum sveitum og þá skall á COVID og þá lokaðist allt í 2 ár og svo endaði með því ég fór bara heim og við get farið lítið út síðan. Já. En þú kynnst bridgespilurum út allan heim náttúrulega í gegnum þessi ævintýri? Það sko fyrir mér, það sem ég finnst skemmtilegast við bridgein það að þú kynnist fólki alls staðar úr heiminum. Já. Og oft eins og ef þú ert í atvinnumennskunni sko, kynnistu mörgum snillingum. Já, einmitt. Ferðast og einkaþotum og borður á Michelin og veitingastöðum og svona. Já, spennandi maður. En þetta ekki fyrir hvert sem svona lífi ferðartösku, það? Þetta ekki fjölskylduvænt náttúrulega. gefur auðvitað. Já, en það eftir miklu að slægjast fyrir þá sem gengur vel. Já, en svo þetta líka sko, þetta ekki nú að vera, það ekki aðalatriði að vera góður í bridge. Þú þarft að vera sko góður í samskiptum því að þetta fólk að kaupa sér sko félagsskap. Þannig að þú þarft að þetta hlýtur að vera ótrúlega krefjandi. Þú þarft að geta að fylgir svo alltaf eftir hvern dag í spilimennsku að þá farið sko á matvölustað. Já. Og það spilin krufin. Já. Og fólki veit að læra hvað gerði ég þá? Hlýtur að vera rosalega leiðilegt að vera með einhvern byrjanda sem skilur ekki neitt. 5 klukkustundir á Michelin-stað framöndan. Já, það alltaf að fara góða mat í staðinn og það allt í fína. En einmitt, reynir svolítið mikið á læsið þitt líka á manneskjur að þessir einstaklingar náttúrulega ólíkir og þetta hlýtur að vera rosalegt álag. Það þarf að vera kurteis og skemmtilegur en það
svona gengur hún Svenna okkar svo vel núna. Já, við skulum aðeins ræða það sko. Hverjir eru aðrir hérna núna utan landsteinana? Við náttúrulega sko Hjördís Eðvarsdóttir, hún ekki fyrst til þess að... Jú, hún búin að vera ansi lengi í þessu sko. Já, og það hefur gengið vel í henni. Hún orðið náttúrulega hún risanafn þarna. Já, og þú nefnir Svein sem Sveinn Rúnar Eiríksson, hann er núna í Bandaríkjunum líka. Já, hann á sama stað og ég var sko. Einhverju fleiri nöfn? Ekki sem eru svona... Ekki sem stendur? Ekki sem eru svona aktífir. Nei, einmitt. Það bara þau tvö. Getið þú hugsaðir að vera atvinnumaður í Brits ef þú hefðir heila kvörnina í það og framkoma hæfileikana? Nei, sko, það myndi ekki henta mér, sko. Ég stóra fjölskyldu og svo það er svona... Og ég held sko, eins og Júli nefnir sko, að þetta líka sko, þetta ekki bara vera góður við borðið sko, þetta er svo mikið félagslegt líka. Já. Sko, þú getur mátt ekki vera skamma kúnaðinn eða mátt ekki vera leiðilegur og þetta er ábyggilega mikil orka sem fer bara utan spilaborðsins líka sko, í að sinna þessu verkefni. Ég held að þetta myndi ekki henda mér. Nei, en þeir sem eru bestir í heimi og vinna bara við þetta, þeir afla góður að tekna, ekki satt? Það eru margir sem hafa bara orðið mjög góð sko. Já. Þetta er þannig sko að ég get nú sagt að bara þennan hóp eða fer ekkert lengra. Já, bara okkur á milli. Bara okkur á milli sko að svona þessi bestu spilarar, maður að heyra sko, sérst eru bæði með fast, jafnvel 15.000 eurur á 150.000 eurur á ári og svo eru þeir að fá sko svona 1.000 eurur og jafnvel allt upp í 1.000 pund á dag fyrir hver dag sem þeir eru að spila. Svo þessi bestu spilarar eru vantarlega með þó kannski 3-4 milljónir á mánuði fyrir utan að það er allir kostnaði að borga fyrir það. Og það viltu koma inn í þetta? Já, það er sko, og þessi er sko allra bestu, þeir eru bara, þeir nenni ekki orðið að spila lengur, þetta er svo, þeir fá svo mikið borgað að þeir þurfa bara að spila einhver 5-6 mótu á ári og svo er þetta bara frí. En þetta er nú eitt af því sem að gera britspili svolítið spennandi sko. Það er svona glamúr og peningar í kringum þetta og af því fólk er alltaf að svona leggja stöðum á það spilarar hve mikinn tíma ætla ég að setja í þetta, að þeir sem að sannarlega setja rosalegan tíma í þetta og hafa hæfileikana og taka miklum framförum, þeir geta eitt þetta sem möguleika sko, alveg klárlega, en það er samt þannig sko, eins og Júli kom inn á varandi til dæmis hópin sem er farið til Madeira eins og Íslandi, það er kannski 95-6% af fólki sem er að spila sem er bara að spila til að hafa gaman og svo er sko náttúrulega þessi 4% hópur sem Júli er í sko, sem eru þessir afreiksmenn sem eru að berjast á allum titla og eru að reyna að bæta sig og svo framvegis og það er náttúrulega hópurinn sem á möguleika á verkefnum ellendis og ég veit að Íslendingar hafa verið vinsælir í þessu atvinnumenn sko, því þeir eru góðir spilar og eru agaðir en náttúrulega langstæðst í hlutin og Íslandi er bara að spila til að hafa gaman og með fjölskyldu og vinum. En sko út af þessu er allt annar bragur á britspilinu heldur en ef við værum einhver Olsen klúbur hérna, þar sem að spilagjöfun ræðst bara tilviljun hver fær Olsen og að brits er sko ég reyni ofta að nota tækifærið af því að ég veit að einhverjir eru að horfa á okkur núna og hlusta á okkur sem að vita ekkert hvað brits er, en spila kannski kana eða veist að heppni er ekki ráðandi faktor þú í þessu spili, þetta er bara einhver lógík. Hvernig myndir þú lýsa sko því sem þarf Júlíus til þess að verða góður britspilari? Það er náttúrulega bara ástundun, þetta er bara það skemmtilegt sport að þú ert alltaf að læra og bara eins lengi þú lifir þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt, það er alltaf eitthvað þetta verður bara meira gaman eftir sem líður frá meira gaman en þetta sko þetta var náttúrulega upphaflega sem svona social sport
sem farðist svona yfir í keppnissport en svona síðustu ár hefur þetta verið að fara meira tilbaka sko, þetta að fjölga í sósíalunum sko, en þetta svona aðeins að dala niður í keppnissportinu sko. Já, og sem svolítið það sem við höfum hort á hér líka í þessu landi. Já, en ekki? Ég held að það sé bara það sem við séum að sjá allstaðar og kannski hluta því er þessi atvinnumennska sko, vegna þess að það mjög erfitt að vera að keppa á toppleveli eins og til dæmis bara fyrir okkur Íslendinga að vera að halda út í landslið og vera að keppa kannski við normenn eða bandaríkjamenn sko, sem eru með fjármagn og bakvið sig og geta bara verið bara öllu stundum að spila bridge og æfa sig í bridge. Svoleiðis að ég held að sé mjög erfitt að vera að keppa í þessum svona allra öflugasta hópi nema með mikilli vinnu og miklu fjármagni. Svoleiðis að ég held að það sé ekki auðvelt. Nei. Ég bjó einu sinni á Bretlandseyjum og mér langaði í bridgeklúbbinn, The Royal Cardiff Bridge Club, og þeir þurftu að fylgjast með mér í 2 mánuði. Þetta var svo miklir elitistar, þetta var svo mikið high society að ég þurfti að hegða mér fullkomlega í 2 mánuði sem svona maður sem langaði að komast inn í bridgeklúbbinn áður en þið greiddu atkvæði það hvort ég mætti spila. Þetta örugglega eitthvað brest sko, en almennt séð þetta náttúrulega alls ekki svona og allir velkomnir sama hvernig þeir eru. Já, en á einhverjum tímapunkti þá var þetta svona royal eitthvað og stéttaskipting en núna byrjt fyrir alla eins og þetta var náttúrulega alltaf í gamla þetta var þetta náttúrulega fyrir efri stéttinu. Já. Núna og þetta nú eða dóttir svoleiðis í Bandaríkjunum eða sko. Já, í sumum kreðsum líka. Það eru svona frekar að nefna meira fólki í þessu sko heldur en. Já. Og svona til marks þína stöðu og vitsmunni að vera góður í bridge. Það líka eitt af því sem heillar við þetta. En þátturinn fer að ljúka hjá okkur en rétt í lokin búið að vera gaman að spjalla við ykkur báða félagar, en rétt í lokin Matthías, það nýtt skref úrvalsdeildin, segðu okkur aðeins frá því. Já, við fórum sérst í samstarfsverkefni með rafíþróttasambandinu að þeir eru með gríðarlega flott stúdíó sem þeir hafa byggt upp í Arena og við fórum í samstarfsverkefni að vera með í raun og veru deild sem alltaf sendt út á föstudögum og klukkan 7 og það í raun og veru bein útsending á sjónvarpi Símans og á YouTube rás rafíþróttasambandsins og Twitch hjá þeim og þetta hefur gefist mjög vel. Við ákvaðum núna sko, fyrsta ári var nú bara að láta þetta ganga upp tæknilega og allt svoleiðis en hefur verið vonum framar að mikið áhorf og við erum að fá mjög gott feedback frá fólki á þetta. Við reynum að vera með svona dálítið skemmtilega lýsingar. Við erum að lýsa hvað að gerast í leikjum og svona ekki, það ekki verið að horfa kannski á svona kannski allra bestu spilarana þegar það verið að lýsa spilinu heldur svona kannski á breiðari hóp og svoleiðis að þetta hefur gefist ansi vel og ég svona vona því að þetta form haldi áfram. Þetta er mikið að gerast í bridgeinu sko, þetta spilið fljótt og getur verið mikið drama og þetta virðist geta verið skemmtilegt sjónsefni. Já, fyrir nokkrum árum þá ræddi ég við Sigmund Erni sem þá var ritstjóri minn á Fréttablaðinu Hringbraut og við ákváðum að gera sjónvarpsþáttaröð bridge og flestum fannst það algjörlega fáránlega hugmynd en ég vil bara segja það eins og að sú þáttaröð bara sló í gegn og síðan hefur ansi margt gerst sem eykur alltaf sýnileika bridgespilara og bridge íþróttarinnar og svona beinar útsendingar. Hefur ekki gaman að þessu, Júlíus? Jú. Þetta einhvern veginn sko kall samtímans kannski til að viðhalda bridgesinum sem sterkri íþrótt. Er það ekki? Jú, ég myndi telja það. Já, það það er ekki nýtt í að það er smá vakning hérna í Íslandi núna sko, en það
þetta á uppleiði og múna það er nú svona helst þessum mann að þakka Já, hérna hann helviti segur hann Matti. En þessi nýja tækni og þessi sýnileiki, þetta skiptir mjög miklu máli. Já, það algjörlega málið og líka sko kannski eins og í þessum útsendingum sko, þú veist, að vera með þessar greiningar og þú veist, og vera að horfa á svona þessar skemmtilegu þætti, vera svona gagnrýninn en samt svona heiðarlegur. Svoleiðis að mér finnst þessar útsendingar hafa komið ansi vel út sko, og svona dálítið svona skemmtilegt sjónvarpsefni og það spilað þarna 14 spil, þetta ekkert og langt og það svona fólk kannski sem kann bridge og ekki verið að spila í lengri tíma, það búið að vera að hafa samband og segja hvað þetta skemmtilegt og það dottið í þetta sko að horfa á þetta. Frábært. Svoleiðis að ég svona þetta sé komið til með að vera og náttúrulega eins og ég sagði sko, við fórum á stað núna með 8 sveitir bara svona til að láta það ganga upp tæknilega og vonandi getum við stækkað og breikkað og gert meira næst við gerum þetta. Einmitt. Herramenn, kæra þakkir fyrir komuna. Við þurfum að ljúka þættinum en búið að vera gaman að spjalla við ykkur. Sem sagt, Bridge þáttur samstöðarinnar alltaf á 2 vikna fresti hér klukkan 5 á sunnudögum. Það Bridge-stálkur í Bændablaðinu, það dagleg umfjöllun Bridge í Morgunblaðinu og núna þetta skemmtilega skref sem við vorum að ræða. Þannig að endilega verið tengt, fylgist með því sem þið hafið áhuga á að fylgjast með og verið ekkert smeyk við að taka skrefið úr heimahúsa Bridgesinum yfir í félagsstarfið ef ykkur langar að stíga þangað. En við ljúkum þættinum hér og nú. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is